My leather black jeans on, my by any means on. Part and I'm getting my scream on. Into the kingdom, but watch it you bring home. You see a black man with a white woman at the top floor, they gon' come to kill King Kong. Middle America packed in, came to see me in my black skin. Number one question they asking, fuck every question you asking. If I don't get ran at my cat. Egil, loka! Hvað er að gera? Komdu! Gerði Hitler eitthvað rátt? Nei. Nei. Hvernig skrifar Hello World í Python? 16. Hvað er besta nemendafélagið? Tvíund. Hver gæti unnið þig í slag? Arnar Þór Sigurðsson. Hann er ógeðslega pirrandi. Velkomin í dæmatími stýrigæfu. Haldi kjafti. You can always expect questions related to this also. So first of all, we will understand how to proceed to find out candidate key in correct manner. Gaur, ertu eitthvað að byrja að tala um hvað 2 heimadæmunum? Nei, en þú veist, ég var búinn með allt hitt. Ok, ég skil bara ekkert í fyrstu spurningunni. Ef að Jói er með 7 epli og Jóhann er með 5 appelsínur en Anna er að keyra á Camaro Z28 1998 keyrður 158.000 mílur sem að Tómas átti einu sinni og þá eytir bíllinn 15,93 lítrum af dísil á hverja 100 mílur. Hvað tekur Alexander langan tíma að finna stærsta stæki fylki A með tvíundaleit? Ok, við verðum að lesa aftur sko, ég botna ekki í þessu. Ok, Jói er með 7 epli. Já. Og Jóhann er með 5 appelsínur. Oh my god, gaur, ég var að fatta þetta. Þetta er allt, Siggi er jafnt og Páll. Gaur! Fuck já! Fyrsta skrifið það var bara sem stefnir okkur að Haukur, kaffi búið. Ef að fá okkur kaffi og fara í trivia-pási? Já. Komum við til Sekka, svo fucking mikið. Við erum í slétta heima, við séum það. Já. Þeir geta ekki einu svona hugsað. What the hell? Hvað er í gangi? Hvað er klukkan? 1948. Þú vantar kaffi! Kaffi! Það er ennþá fucking fundur! Fucking stjórn. Hver er númer 1? Glæpur. Hvernig segir maður Pétur á íslensku? Leið mér að hugsa. Ég veit það ekki. Hvað voru þú og Palli að gera áðan? Að forka. Hvernig varst þú til? Endurkvæmni. Hvað er Hinrik Snær gamall? Ég ætla að segja 5. Er það vitlaust? Hvað hatarðu meira en allt? Vísindaferðarnar og fólkið í nemendafélaginu. Hvað notarðu til þess að búa til vefsíður? Java. Eða Dr. Java. Nei, guð, Hugrún situr hérna. Vildum aðeins stoppa skemmtunum núna og koma með áreiðandi tilkynningu. Já, við
gerð þessa myndbands komumst við að einu ótrúlegu. Já, Flóki, við ættum kannski að leyfa þeim að sjá smá klippu hérna áður en við höldum áfram. Já, ég held að það væri best. Gerð þessa myndbands gekk vel og ekkert skrítið gerðist. Fyrr en við ætluðum að fá Snorra til að leika í þessu myndbandi. Þegar við löbbuðum inn til hans sáum við að hann var að googla svolítið skrítið. Hérna er myndbandið. Má ég aðeins tala við þig? Þarna sjáið þið að hann var augljóslega að googla robotics. Þetta fekk okkur til þess að grafa þenn dýpra. Þá komumst við að einu sem við bara getum ekki haldið leyndu. Við vitum að Páll Melsteð er vélmenni og hérna eru rökin fyrir því. Fyrst finnum við hvaða ár þeir voru fæddir. Snorri 1955 og Páll 1980. Og hvað fáum við ef við finnum stærsta samdeli? Við fáum 5. Þetta ætti að vera næg sönnun, en gröfum aðeins dýpra. Við vitum núna að Snorri er 63 ára gamall og Páll er 38 ára. Þegar við finnum lægstu tölurnar sem ganga upp í þessar tölur, hvað fáum við? Ef þið gískuð á 19 og 7, þá hafið þið rétt fyrir ykkur. Ok, komum okkur aðeins í burtu frá fæðingarárunum þeirra og finnum símanúmerinn þeirra. Við ákváðum að fela númerinn þannig að þið myndu ekki hringja í þá, eða ætti ég að segja hann. Svo bjóði til þennan fallega algoritma til þess að sjá hvort að Snorri hafi í alvörunni búið til Páll. Og ef við setjum allar þessar upplýsingar inn í algoritman Did Snorri make Páll, þá fáum við út True. Við finnum að sjá það. Hvað þýðir þetta? Er þetta eitthvað sem Snorri setti upp kannski líka eða? Kannski lét hann Pál setja upp? Jesus Christ. Ok, nú erum við búin að tala við nokkur kennara. Hérna er Helmút. Við ætlum að spyrja hann að einhverju. Helmút? Já? Ekki hefur þú tekið eftir einhverju skrýttin í gangi í skólanum með Pál eða Snorra? Já, gæti verið. Hefur þið aldrei sett Pál borða? Páll borðar ekki. Ég hef aldrei séð hann borða. Ég hef aldrei séð hann borða. Heyrðu, takk fyrir þetta. Takk. Við ætlum að tala bara við Snorra. Ég held að það sé bara eina í stöðinni. Hvað aðeins? Sjáðu hérna. Oh my god. Við fundum planið hans. Kvittað Morphomaster. Það hlýtur að vera Snorri. Getur ekki hann að verið? Við verðum að bara að finna okkur. Þetta getur aðeins þýtt eitt. Að Páll er vélmenni sem að Snorri bjó til. Þeir eru örugglega að velta því fyrir ykkur af hverju Snorri myndi gera þetta. Við vitum það ekki, en við hvetjum ykkur til þess að grafa hans dýpra í þetta mál. Jæja, þá erum við komið með allar upplýsingar og geta allir myndað sínar skoðanir sjálfir. En eitt er víst, að Snorri er hér að verki. Og Páll Melsteð er klárlega ekki það sem við höldum. Gauður, ég skil ekkert í þessu verkefni, sko. Já, ertu í viðmótsverðlega? Já. Já, þetta er ebbuverkefni. Það er ekki nóg að hugsa eins og ebba. Þú verður að vera ebba. Já. Gauð, ég skil ekkert í þessu maður. Hvað rugl er þetta? Er þið búin að paktgreina þetta? Þannig að komast að tjekka sér hjá mér. Það viðmót mætti nú vera alveg frika mikið betra, sko. Embla, ég sé bara að koma með það. Já, ég gerði bara sem þú sagðir.
Jú, ég bara alveg að koma, ég ætla bara að færa kassan aðeins til hliðar. Höfum við tíma í að gera annað en að læra því 99 verkefni að drepa okkur rólega, látum það ekki stoppa okkur, verðum bráðum forritarar því 99 verkefni ekkert mál fyrir nörda. Þetta eitthvað hljómsveit sem var... Verkefni, höfum ekki tíma í að djamma nóg og drekka nóg, því Snorri setur skín fyrir morfó, spring og stærðfræði. Hvernig á ég að ná öllu þegar allt sem ég geri 99 verkefni? Algrími, ég skil ekki neitt í þessu, því Páll Mercer ofvirkur. Hann kannski vélmenni sem hættir ekki að fella mig? Ég ætti kannski að fá mér drykk, ég hætti ekki að hugsa þessi 99 verkefni. Þetta fór kannski með þetta. Forritsbútar sem ég þarf að tengja saman. Hvernig á ég að gera þetta? Þetta meikar ekkert sens. Java, Python, JavaScript. Þetta allt svo erfitt. Búin að fá nóg af þessum 99 verkefnum. 99 verkefni. 99 verkefni. 99 nemendur sem alveg við að deyja. Kannski þeir bara skipta skóla og fari kannski í HR. Það víst svo auðvelt og það hellur aldrei neitt. Því að það bara 2 verkefni og allir geta stútað því.